svo alveg up for grabs að beila bara tónlist framtíðinni. Já, eða vera með nei, ég líst þér ekki vel á Glóríu. Jú. Ég svo hrifinn á Umberto Tozzi, sko. Já, þetta er fínt, fínt. Ég ætla ekki að fara að dæma þetta á fyrstu mínútu. Sko. Góður maður. En já. Nei, það var kannski gaman að fá bara okkar í stef. Það er það sem ég var að hugsa. Já, það bara, einmitt. Þeir eru komið með spons. Já, bara já. Dælum við því í, Já, láta niðurgreiða Stef, Óla Stef. Já. Hvernig var það? Heyrðu. Nei, já, einmitt. Bara verið velkominn. Já, að viðtækjunum. Í pingjuna. Pingjan. Einmitt. Hvað er pingja, Yngvi? Það er gamalt orðið við buddu. Seðlabuddu, peningaveski. Einmitt. Pingja. Pingjan. Hugmyndin hjá okkur er að greina ársreikninga og mismunandi fyrirtæki með okkar hætti, þar sem við erum ekki að fara of djúpt ofan í hverja einustu tölu í reikningnum. Einmitt. Og sjá svona hversu djúpa pingju sem fyrirtæki eru með. Einmitt. Er það ekki? Það er alveg komin tíma á að skoða það, sko. Já. Það er náttúrulega margir fréttamiðlar sem vissulega svona skrifa fréttir upp úr ársreikningum, en við svona viljum kannski ræða það með svona út frá okkar sjónarhorni, út frá okkar augum. Já, klálega. Og reyna að taka ekki vera ekki að rýna of kannski mikið í tölundar per se, meira svona staðreyndir og já, meira tala í kringu þær. Tala í kringu þær, þó að vissulega munum við tala rekstrartekjur og hagnað og annað, svona skemmtilegt, sko. Já. Fólki þykir alltaf gaman að fá svona innsýn inn í hver er að græða. Já, klálega. Og fyrir mér er það svolítið eins og að standa inn í eldhúsi og vera með uppskriftina fyrir fram að sig, en improvisa svolítið í kringum hana. Einmitt, nákvæmlega. Þú veist hverja tekjurnar eru og það á að vera hveiti, en þú ert ekkert endilega að segja hvort séu 3 eða 4 bollar. Nei, einmitt. Heldur ertu bara svona svolítið að reyna að matreiða. Svona þess að slumpa það út, sko. Já, þannig að ég sé þetta svolítið þannig, sko. Einmitt, en við erum með kröfur líka. Já, stóra kröfur. Við erum með kröfur á samfélagið. Já, og hlustendur, ef einhvern er að hlusta á þetta, sem ég veit að við munum neyða einhverja til að gera, þannig að takk fyrir að hlusta. Við förum fram á 1% þjóðarinnar. Já, eftir 10 þætti. Já, við ætlum að koma 1 á 10 þáttaserju. Já, það er 1% af þjóðinni, 1%. Sem er hvað mikið? Heyrðu, ég var búinn að reikna þetta. Já. Þetta eru 3600. Nei, var þetta ekki 36.000? Já, það var slumpið, sko, en ég settist niður og reiknaði þetta og þetta er, við gerum kröfu 3600 hlustendur. Já. Þannig að ef þú hefur gaman að okkur í lok þáttar, þá endilega máttu senda þetta á vin, vandamann eða fjölskyldumeðlim og við fylgjumst með tölunum. Já. Við munum fylgjast vel með. En svo er einmitt planið líka, það er ekki endilega svona að upplægið, þá ætlum við að fara yfir 2 ársreikninga í hverjum þætti. Jú, klárt. En svo er náttúrulega eitthvað svona fleira sem að okkur langar til að taka fyrir, svona að fara kannski onni í svona þingri fjármálaspeki sem að okkur finnst dálítið vantað, svona alls konar dót, bara eins og valréttir, áhættustýring, sértryggð skuldabréf, tauganett, sveiflujöfnunarauki, bara svona alls konar hugtök sem fólk hefur heyrt en kannski hefur endilega enga hugmyndum, sko. Nei, akkurat. Og það er aldrei að vita nema við fáum bara einhver viðtöl við sérfræðinga í geiranum og annað, sko. Já. Sem að geta svona útskýrt þessa þingri hluti á mannamáli. Algjörlega, og ég sagði alveg fyrir mér að við varum kannski aðeins að dífa tænum í kryptó. Já, mögulega. Hversu djúp pingjan er þar þessa stundina? Já, hún er nokkuð djúp, sko, á einhverjum bæjum, veit ég, sko. Já, klálega. Svo eru náttúrulega einhverjir sem hafa bara spilað allt frá sér, sko. Já. Þetta er svona... Þetta eru hodlers. Þetta eru hodlers. Og það væri meðal annars hægt að útskýra það hugtaki einum af þínum örskýninga þáttum. En já, það er bara svo mikið að mismundi rafgjaldir í gangi að það getur verið gaman að hitta á einhverja sem að vita kannski aðeins meira við. Nákvæmlega. Og fræða okkur og hlustendur í leiðinni. En það er kannski réttast að við kynnum okkur til að byrja með. Ég heiti Yngvi Þór. Jú, og ég er Arnar Þór. Yes. Ertu með eitthvað nýtt? Ég nefnilega sko skóla-e-mail mitt og alltaf IT Georg, þannig að ég geng eiginlega bara undir IT. Ég var með Arntóla. Það er svona dálítið eins og Tortóla. Það er alveg svona peningavæpi við því, sko. Já. Arntóla og IT. Það er enginn að fela neitt hjá mér, sko, þannig að Tortóla, það var nú eitthvað falið. Já, það var við að þannig. Já, það er kannski réttast að líka taka það fram að þessir ársreikningar, þeir eru orðnir aðgengilegir frítt inn á Keldunni og RSK.
og viljum bara hvetja fólk til að skoða eins mikið ársreikningum og þau komast yfir og það erum við búin að gera, búin að spara okkur heilan helling eftir að þau gerðu þetta gjaldfrjálst. Fúlgur fjár. Og það sennilega skemmtilegra að bara því flettu upp reikningunum sjálf og lesi það yfir frekar en að við séum að fara að fylja hverja tölu. Svona ef þið viljið kannski komast að bara þinglýsingakostnað sko, eða eitthvað svoleiðis. Já, akkurat. Hjá fyrirtækjum, þá bara, við erum ekkert að fara að rýna onni nein svona klikkuð smáatriði sko. Við þetta borð sitja 4 háskólagráður. Já, passar. Og 2 á hvort stól. 2 á hvort stól, þannig að, og bæði svona innan viðskiptagreina. Þannig að við erum kannski ekki alveg nýjir að nálinni í þessu en við erum vissulega alltaf tilbúinir að læra eitthvað nýtt og vonandi að þið kæru hlustendur bara læri með okkur á meðan. Já, kannski rétt árétt að við höfum reynda veitt ráðgjöf við verðmat fyrirtækja. Vissulega höfum við gert það. En þessi þáttur á ekki að vera ráðgjöfandan einu leiti. Hann meira svona skemmtilega hliðin á því að lesa í gegnum þetta. Og kíkja á pingjuna hjá eigendum. Já. Fylgjast með henni. Það verður að einhver að vakta það sko. Yes. Heyrðu. Þú ætlar að byrja, eða ekki? Jú. Hvað ert þú með handa mér í dag? Heyrðu, ég ákvað að taka fyrirtæki sem að ég held að all flestir Íslendingar kannist við. Jólahúsið, litla jólahúsið á Akureyri. Já, einmitt. Eða það ekki? Heldur að kannist ekki flestir við það? Jú. Ég held að við höfum öll farið þarna sko. Ég held það. Á ferð okkar landið. Þú reyndar það má lasta þig fyrir hönd landsbyggðarinnar að þú hefur ekki farið norðar en Mývatn eða ekki, austar en Mývatn. Það reyndar rangt núna sko, ég fer á Vopnafjörð þarna ekki fyrir svo löngu sko. Já. En ég á þarna frá Vopnafjörði og niður á Egilsstaði sko, það á ég alveg eftir sko. Já. Eða sko í rauninni fram að Höfn, ég hef aldrei farið austar en það sko, Höfn í Hornafirði, þannig að ég á þann landsluta bara tiltölulega inni sko. Ég vissi þetta, þannig að Þú hefur komið í litla jólahúsi? Já, ég hef komið þangað, margoft. Sem barn, þá var þetta náttúrulega bara aðalsportið, sko. Já, akkurat. Heyrðu, ég skal bara taka stutta yfirferð. Fyrir að fyrsta, þá EHF-ið, það heitir Jólagarðurinn EHF. Já. En þetta stofnað árið 1996, þannig að þetta 26 ára gamalt fyrirtæki af Benedikt Inga og Ragnheiði sem eiga það til helminga, hjón. Og mér var svolítið merkilegt, ég demdi mér aðeins inn á tímarit.is að fletta upp gömlum greinum og það hafi verið viðtöl við þau núna í seinni tíð. Það sem hann talar um að þetta hafi verið köllun. Já. Og ég held að það sé bara ekkert fjari lagið þegar þú ert búin að eyða 25 árum í að reka það sem að margir hefði örugglega talið að væri 1 mánaða business hugmynd. Sko. Já, einmitt. Sko. Þetta dálítið svona... Þetta dálítið klikkuð viðskiptahugmynd. Ég held það, ef þú horfum tilbaka sko. En við eigum svo sem eftir að komast að því. Kannski pingjan þung og hann gargandi úr hlátri, við veitum það ekki. Jú, ég held að hann hlæði dátt sko. Þau hafa örugglega bara mjög fínt með við reksturinn. Svona bara snöggt, viltu eitthvað giska á tekjurnar? Þetta hefur einhverja hugmynd? Við höfum nú skoðað eina svona jólabúð áður, en ég hef reyndar verið að viðurkenna, ég hef ekki skoðað þess áður. Nei. Ég myndi svona fyrirfram kannski giska á svona svipað á þessi, svona 60-70. Já, það aðeins undirskot. Við erum að tala um rekstur árið 2020. 107 milljónir. Nei. Jú, þannig að... Herðu, ok. Og það tölulegur vöxtur frá fyrra ári, þannig að COVID ári mikla var ekkert eitthvað að... Ég get ekki ímynda mér að sko, þetta segja mér að þau eru að selja fyrir kannski 300.000 á dag. Jólafur, sem ég finnst eiginlega bara sturla sko. Já, það passar. Ég geti reyndar trú á því að veltan dreifist mjög. Nei, ég þóru reyndar ekki að fara með það sko. Ætlum hljóti ekki að vera svona mest í kringu jólin, væri það ekki eðlilegast? Jó, ég átti við það sko, en svo þóru ég ekki að fara með það, hvort þetta sé mögulega bara byggja á svona ferðamannabusiness, frekar heldur en að þetta sé fólk að kaupa jóladót, maður hefur bara ekki náðu að kynna sér það sko. Þannig við rúlum aðeins í gegnum þetta, við þekkjum núna að tekjurnar eru 107 milljónir sem bara feiki gott að mínum mati og það hefur semst verið vöxtur, ég tók meðaltal síðastlega 5 ára, 88 milljónir, 2015 68, þannig að þetta lítur drullu vel út hjá þeim. EBITan hefur líka farið batnandi, þau eru með 15% EBITDA hlutfall. Já. Sem að í samanburði aðra hugsa maður bara já, það nú bara drullu fínt, þau hljóta að vera standið sér ágætlega og ég tók
helsta keppinautin sem jólabúð í Reykjavík sem ég hef aldrei labbað inn í, sem niðri í bæ. Já, ég hafði eitthvað skoðað það einu sinni. Þú kallið miðbæðar 8? Þú býr út á Nesi? Já, ég náttúrulega í 170 seldi Nesi, sko. 170? Já. En miðbærin náttúrulega 101, sko. Já. Eru þið með eitthvað svona niðrandi á okkur? Frá þeim? Nei, bara yfir höfuð, svona nesvillingar eða... Nei, það held ég nú ekki. Þetta svona trútt og stilt fólk upp til hópa, sko. Já. Nei, bara eins og að kalla miðbæðar 8, það niðrandi. Ég til það tilbaka. Já, nei. Ég fyrir nú ekki að tala þannig við okkar í Vesturbænum. Nei. Eða í miðbænum. En það sem svolítið áhugavert að bera þetta saman. Við erum þarna með litla jólabúð á Akureyri sem veltir 107 og bara þokkalega vel rekin á flesta mælikvarða sem ég kannski reifa aðeins betur á eftir. Og leið og ég líti á samanburðin, þá sé ég að sko til samanburðar í Reykjavík var 25 milljón krónar velta hjá jólabúðinni. Það var ekki meira. Nei. Og þarna sem sagt neikvæður rekstrarhagnaður eða EBITDA. Þannig að eitthvað segir mér að sko ef ég ætti bara núna giska að þau ansi mikið undir ferðamennunum í Reykjavík inn í þessa jólabúð. Á meðan að Akureyringurinn kannski bara með landsmenn með þessari liði að þetta sé kannski hlutur af einhverju pitstoppi. Þetta eiginlega bara surrealísk tala, 107 milljónir, sko. Ég meina, setjum þetta í samhengi, 300.000 krónur á dag kannski í sölu. Þú veist, þetta kannski bara einhverja styttur sem kosta 3.000 til 5, þú veist, ég veit það ekki. Já, nei. Þú þarft að selja 60 þannig á dag, skilur. Já, akkurat. Ég næs ekki. En það annað. Frábær árangur, enga síður. Já, bara klárt, bara geggjað. En ég ætla samt að leyfa mér að lasta þau fyrir það, sko, eins og með þennan samanburð. Hugmyndin auðvitað svo að geta verið búin að aðeins renna yfir heimasíðu, sjá hvað verið að selja, kannski svona rétt skjóta á meðalverð fyrir item og sjá svona sirkabát hvaða magni verið að selja. Það sem að ég ekki alveg nógu sáttu með að þau ekki með heimasíðu. Nei, og þar alveg gat maður ekki gefið sér neitt annað heldur en hennan 300 skall á dag sem þú slærið á, sko. Það líka samt segir, sko, hversu rótgróin þessi verslun í bara þjóðarsálina. Það vita allir að þessu og þeir ekki eins og með heimasíðu, sko. Nei, akkurat. Þetta og sko upp á það að gera, sko, þau eru með maður skrifar jólásið, þá lenda maður á runni cover síðu fyrir einhver ólétta konu og kallar manni með henni að það sem skilti 75 daga til jóla. Já. Og því næst bara inn á Facebook síðu stærsta keppinautarins síns. Sem sagt jólahúsið þetta í Reykjavík, sko. Þannig að þetta er magnað. Ótrúlegt og þótt að séu 2 jólahús á Íslandi, þá ég eiginlega búin að komast að því að hinn eini sanni jólasveinn einhver snillíkur á Suðurnesjum sem á lénið og ekki einu svona opprettað, sko. Þannig að hvorugt á jólahúsið.is en kemur ekki að sög, allavega ekki í þessu tilviki. Og ef við hlaupum aðeins á hundavaði áfram í gegn, COGS-ið, Cost of Goods Sold, sem kostnaðarverð seldra vara í smásölu mundi ég áætla að væri miklu lægra heldur en það og það tæplega 50%. Sem segir manni það að álagningin á vörunum hjá þeim ekki eins og í mörgum öðrum búðum, það sem að COGS kannski kringum 20%, þannig að það 5-föld álagning á það sem að þau eru að borga fyrir vöruna komna til landsins og svo það sem þú færðan á smásöluverðinu út í búð. En með 50% COGS og þennan myndalega hagnað á milli ára, þá eitthvað sem segir manni að reksturinn virðist bara algjörlega standa undir sér á þeim forsendum sem hann í dag og þetta alls ekki einhver svona gróðra búlla, þau eru ekkert að okra á fólki og Nei, þau í rauninni bara komast upp með þetta og gengur líka svona vel, sko. Og myndalega afkoman bara 8 milljónir. Með efnahagsreikningin bara nokkur solid, eignir upp á 70, þar að veltu fjármunir tæplega 62. Maður hefði nú þurft að kíkja kannski á mynd af húsinu en það eiginlega búið að afskrifa þau eiga fasteignuna? Já, og hún var bókfærð á sínst mér 18 milljónir á sínum tíma. Bókfærð því en það nú örugglega eitthvað síðan að þau keypt. Nei, kostnaðarverðið segi ég var tæplega 18, sko. Og fasta fjármunirnir eru bókfærðarverðið 7,9, þannig að þau eru búin að afskrifa hana töluvert en eiga fasteignina sem bara gott fyrir þau. Já, eitt í þessu, hvað eru mörg ársverk? Heyrðu, það annað metrik sem ég elska að kíkja á. Þau eru með 4 ársverk
sem gefur manni að meðaltekjur per starfsmann þarna einhverja 26 milljónir og þau bera höfuð og herðar yfir samkeppnina í þessu því að ef ég lít ekki til ásins 2020 hjá litlu jólabúðinni sem var greinlega átti mjög erfitt ár að þá var samkeppnisaðilinn með tæpa 21 milljón á sama starfsmannafjölda árun og undan þannig að þetta feikilega skemmtilegt hvernig þau hafa komið sér fyrir og 4 ársverk það ekki maður held að þetta væri bara einn á vakt einhvern veginn og já, þetta eru hjón og sennilegast bara með einhverja góða starfsmenn með sér sko. Það ég sá að þau áttu ansi gott kvót í desember 2020 þar sem var fyrirsögnin á jólunum eru allir börn. Já. Þetta svona, geti trú að þetta sé frasakóngur þannig fyrir norðan. En gott fólk. Já, bara, maður sér ekki annað á myndunum, hann skælbrósandi og hann svona aðeins geggjaður eins og jólasveit, þannig að ég myndi að hann væri bara geggjaður að öllu leyti. Heyrðu, tónlist Glorian. Ekki hugulegt að hafa hana? Jó, kannski bara svona létt aðeins. Já, bara rólegt undir. Ítalst og gott. Já, þannig að ég verð að segja ég held að pingjan hjá þeim sé nokkuð þykk eftir 26 ára farsælan rekstur. Það væri náttúrulega gaman að heyra eitthvað svona inside information eftir þátt ef einhverju með upplýsingar en svona ef maður á bara að gefa sinn dóm þá lítur þetta bara helviti vel út hjá þeim og þau eru bara búin að gera gott mót þessi 26 ár, maður getur ekki séð betur kannski aðeins svona lokum bara til að reyfi þróunna að samhliða því að tekjurnar sé að aukast á milli ára fara semst úr 68 í 107 þá EBITDA-hlutfallið að aukast með úr 2 í 15% þannig að þau verða alltaf arðbærar og arðbærari og augljóslega að læra með árunum hvernig á að oppreita hennar business þannig að maður hefur bara þetta bara fínasta EBITDA það verður bara viðkennast og þá semst rétt árétta þetta meðalkoks eða koks fyrir 2020 47% fyrir úr 51 í 47 þannig að þetta bara, hattin ofan bara topprekstur og millidjúpar pingjur svona millidjúp já, ég hugsa það ekkert þau liggja ekkert á peningaseðlunum inn á bók þau lifa á þessu já, og ég held að þetta sé bara frábært sko myndi ég held að gefa þeim bara klapp ekki, þetta hlátur já, við erum ekki að hlæja við erum líka nei, betur þetta bara hlátur þarna komum við, glæsilegt herðu, frá Akureyri þá kíkjum við í bæinn já og það bara í Ármúlan það Jói Útherji en jú, Jói Útherji þetta svona sérhæð knattspyrnuverslun og heildsala í rauninni, hún opnar 99 og hún í 100% eigu Valdimars P. Magnússonar samkvæmt ársreikningnum 2020 og þeir eru með eða hann með 2 útibú og það eitt staðsett í Ármúla og eitt svona nýla opnað í Bæjarhrauni gott að það hafi ekki verið 2019 það er útrás sko og og já svo við bara byrjum kannski aðeins að fara yfir tekjufélagsins viltu kannski gíska á það? Jói Útherji mér langar að segja svona 380 já, það smá yfirskott en ekki svo galið því að þetta eru tæpar 345 milljónir sem að þeir taka inn í tekjur og ef við setjum það í samhengi þá það rúm 1 milljón á dag ef sunnudagar eru teknir út þeir eru með loka á sunnudum já. Þannig að þá hvíld hvíldadagurinn tekinn heilagur og þetta eru þá svona í kringum 1,1 milljón á dag og þá hefur náttúrulega eftir að taka út líka helgidagan og annað en við skulum ekki vera að velta okkur meira upp á því en mér finnst bara magnað að selja fyrir 1,1 því að þetta hefur alltaf bara verið ein lítil búð nú það náttúrulega orðnað 2 já, mér finnst þetta dálítið magnað því að þeir bara sérhæfa sig í knattspyrnu vörum akkurat þannig að og vissulega þeir í einhverju svona heildsölu en bara hörku gott hjá þeim ánægð með þá þeir eru líka sem mega eiga verið duglegir að auglýsa upp á það að gera þeir eru svona top of mind myndi ég segja upp á að kaupa búninga algjörlega, þeir eru alveg búin að þeir eru bara orðnir svona
bara geirneldir einhvern veginn inn í fótboltamenningu á Íslandi. Ég man þegar ég var í fótboltanum sko, þá fór ég til þeirra og keypti treyjur og annað og ég veit ekki hvað sko. Já, ég nú eiginlega bara hálfhugsi hvar annars staðar myndi maður kaupa sér treyju í dag. Já, svo það eru náttúrulega einhverjir, þú veist, við erum með Sports Direct og já, auðvitað. Svo Altis, við tökum smá samanburð við þá hérna á eftir. Já, þetta rifjast upp en flott að vita að Jói top of mind. Já, allan hjá okkur. Algjörlega. En ég tók líka hérna meðaltals, eða sem sagt kannski best að taka það fram að þetta tæplega 38% vöxtur frá 2019 tekjunar. Og 38%. Já, þannig að COVID greinilega árið fyrsta hefur farið, þú veist, bara vel á stað, eða bara endaði vel. Hvernig stóð Valdimar ekki framan á maður ársins? Já, ég segi það, þetta er gífurlegur vöxtur. Þetta er að blása í sókn. Já, og sko, haltu þér, við erum með 19,4% meðalvöxt á milli ára frá 2015. Já. Þannig að það er ekki skrítið að þessi búin að opna nýtt útibú. Hvað djölnir er samt að selja? Er þetta bara treyjuvöxt? Já, nei, þeir eru með allan fjandann sko. Þú veist, treyjur, markmannshanska, leglífar, skó. Já. Veist, ég veit, ég er ekki 100% viss á því. Nei, þetta er rannsóknar efni samt. Gengur vel sko. Það gengur nokkuð vel. Já, og það skilur eftir sem sagt 23,5 milljón í EBITDA sem er 6,8% EBITDA hlutfall sem er svona, þú veist, lægri en hjá vinum okkar fyrir norðan. Já, menn hafa alveg heyrt getið herra EBITDA hlutfall en þetta er vissulega svipað og Altis sem er svona í sama gera og þau eru kannski með svona víðara úrval sko, þú veist, þau eru með Altis þá. Þú veist, Altis. Já. Þau eru með sko fullt af merkjum og svo sem Jói Úteyri með það líka en þau eru kannski með svona ekki bara fyrir knattspyrnu sko. Já, akkurat. Það er bara fyrir allar íþróttir. Finnst ég svolítið tengja það við eitthvað hlaup og eitthvað svoleiðis, en allt er góð? Já, það er mjög góð punktur sko. Þeir eru náttúrulega með Altis með Under Armour og þetta sko. Já. En það virðist vera svona eitthvað í þessum íþróttavörum, svona í kringum 6-7% EBITDA hlutfall. Þó ég hafi nú skoðað Sports Direct, þeir eru nú með reynda töluvert betra EBITDA hlutfall en þau eru nú að selja allan fjandann sko. Þau eru líka í bara einhverjum fjallavörum og alls konar svoleiðis dóti og svo eru þau náttúrulega með sko erlend eignahald og eru eflaust á einhverjum betri dílum en þau eru með EBITDA hlutfall í kringum 25%. Já. En ég bara, eins og ég segi, 6,8%. Hvað var koksið þar? Já, Sports Direct. Já. Ertu með það? Maður sjá. Hvað segja tölur? Jó, 38%. 38%? Sports Direct með 38%. Já. En við skulum kannski byrja að fara yfir bara Joe. Yfir hann Joe out here, já. Okay. Þar er hann með koksið, kostnaðarverð seldra vara árið 2020 232 milljónir. Og gerir það 67,4% af tekinfélagsins Cox hlutfallið. Allt er sem er mjög svipað, 68% en svo kemur Sports Direct með þarna 38% sko. Þannig að þeir kaupa kannski meira bölki eflaust, Sports Direct og eru með kannski einmitt einhvern bara, þú veist, þeir náttúrulega með erlend eignahald sem að er að skaffa þeim sko. Svo sem ætti ekki að rýna of djúpt í það. Nei. En þau eru allan á einhverjum betri díl eða leggja meira ofan á eða hvernig sem það er sko. Herru laun laun og launatengt gjöld nema rúmum 58 milljónum sem að miðað við 8 ársverk gera 606.000 krónur á meðaltali á mánuði á hvert starfsmann með launatengt gjöldum árið 2020 sem er bara, þú veist, samkeppnishæft. Já. Og og kannski bara dúndra okkur beint yfir í hagnaðinn á félaginu en hann var 22,4 milljónir króna sem er bara nokkuð fínt. Og þetta er einn eigandi, eða ekki? Þetta er bara einn eigandi. Já. Og þannig að bara afkoman stórgóð, ég reyndi að reiknaði nú ekki hagnaða hlutfalli beint. Ég var að fá SMS, við getum bara reiknað það sjálf. Já, þú kannski slærið inn, ég er ekki með þetta tilbúið hérna. Nei, þetta er allavega bara... stóð bara í SMS-inu, við reiknaðum það sjálf. Þetta er bara fínasti hagnaður. Við færum okkur aðeins yfir í efnahagsreikningin, þá
þá eru fasta fjármunir upp á rúma 35 milljónir og þar ber helst að nefna fasteign sem keypt var árinu og haltu þið nú. Hún var keypt fyrir cash. Já, all cash. All cash, eða það er allavega ársreikningum ber þessi engimerki að það hefur verið nýtt lán og auk þess kemur fram í sjóðstreymis reikningnum að lagt hafi verið út 35 milljónir fyrir þessu og þannig að það hefur verið nóg til. Veltu fjármunir, þar erum við með það er reyndar eitt sem ég reka augun í hérna, skuldunum. Það er lán frá Arion banka. Já, en það er gamalt. Já. Það er gamalt lán, sko. Sjáðu, þú ferð í 2019 og sérðu að það hangir á þeim þá. Já. Og það ársreikningur ber þess engi merki að lán hafi verið tekið fyrir fasteigninni. Nei. Og í raun bara, þú veist, var það ekki gert. Við sjáum það bara í sjóðstreyminu. Það er ekkert flóknir en það, sko. Já. En svo erum við með veltufjármunni upp á 113 milljónir og haltu þér aftur af því eru 66 milljónir í handbæri fé. Já, þetta er þung pingja. Þetta er nefnilega nokkuð þung pingja verja viðurkenna, sko. Hvað er að geymir maður? Er þetta bara í einhverjum peningaskópin og skrifstofu? Þetta handbært fé náttúrulega segir okkur bara að þetta er peningar sem eru inn á reikningu félagsins. Þetta er ekki, ég er ekki alveg klár. Hvað segirðu? Nei, hann er ekki með pingjun á bakvið trollfulla, sko. Hann þeir alveg nokkra pingjur undir þetta. Já, ég trú ekki öðru. Ég hef bara aldrei séð svona mikið cash. Væntanlega er Arion banki sem heldur á þessu. Já, hann er náttúrulega allavega í viðskiptum með við skuldir. Hann er í lánaviðskiptum við Arion banka. Skemmtilegt. Vel gert, einhver síður. Þetta er bara... Svo skulum við dempa okkur, heildarskuldir, kannski að taka það fram, heildar, skal ég segja ykkur, eignir tæpar 149 milljónir og sem er bara slatti af eignum. Já. Og ef við færum okkur svo yfir í EIFI skuldir, þá erum við með skuldir upp á tæpar 55 milljónir. Langtímaskuldir mjög lítill hluta því að bara rúmar 5,5 milljónir sem er bara, þú veist, sem segir okkur að fyrirtækið er svona til langs tíma bara töluvert lítið skuldsett sem er alltaf gott eða gott eða ekki svo sem hver ég að dæmi það en ég held að sé best að við dæmi bara ekkert. Nei, ég segi það, en allavega gott svona góð langtíma skuldastæða en þetta gerir með skammtíma skuldum og langtíma skuldum 36,6% skuldahlutfall sem er bara, þú veist, nokkuð average, bara ágætt. Samanborðið við eru hinir alveg fylgýraðir eða? Nei, ég var nú reyndar fór ekki að skoða það, en ég skoðaði hins vegar svona hlutföllin hjá hinum og kemur að ljósa að Jói Úteyri er í rauninni bara í toppmálum í þeim samanburði. Já. En kannski að taka fram áður en við förum nánar í hlutföllin þá EIFI líka þá erum við með það eru glöggir hafa átt að segja á því að EIFI er náttúrulega mismunur á eignum og skuldum þannig að það stendur í 94 milljónum rúmum og merkilega við það er að 77 milljónur af því er óráðstafað EIFI og óráðstafað EIFI er eitthvað, það er í rauninni svona uppsafnaður hagnaður. Það er bara það sem að liggur í pingjunni og þú getur teikt í ofan. Einmitt. Bara á mannamáli, þá liggur pingja fyrir fram að þig í óráðstöðu handbæru fé. Já, í óráðstöðu EIFI, sko. Og það er í rauninni, 77 milljónir er í rauninni sá peningur sem að fyrirtækja eigendur geta greitt sér út í arð, sko. Þannig að fínasta staða á EIFI-nu og og já, svo fer ég út frá þessu að reikna veltufjár hlutfall og lausafjár hlutfall og kemur að ljósa veltufjár hlutfallið er upp á 2,32 og veltufjár hlutfall og lausafjár hlutfall, þetta eru svona hlutfall sem eru mælikvarði á skammtíma greiðsluhæfi. Þannig að hann er alveg í toppmálum þar, sko. Og lausafjár hlutfallið upp á 1,7. Það er svona harðari mælikvarði því að þá eru byrðirnar teknar út og hann er með byrðir upp á 30 milljónir. En enga síður bara glæsilegur árangur, þannig að hann er bara við öllu búinn, sko, ef einhver skellur kemi.
Já, ég held hann sé skelli hlæjandi líka. Einmitt, já. Bara sjá myndina á honum á netinu, bara búin að reka þetta frá 99. Einmitt. Ég elska svona menn, svona dugnaður, já, bara eins og... Ég reyndar ekki með á hreinu hvort að hann hafi byrjað með þetta, sko. Nei, það bara kemur fram að hann hafi verið með þetta frá 99, sko. Já, en einmitt bara frábær hlutföll, eins og ég segi, lausafjárhlutfallir, svona þetta harðari mælikvarði. Já, byrðirnar geta verið svona torseldar, sko. Ég er ekki að segja að það sé endilega tilfelli í honum, en bara hvað segirðu? Þessi kennitala frá 99, þannig að ég held að hann sé bara búin að vera með þetta frá upphafi, sko. Já. En svo það bara svona síðasta til að loka þessu hjá mér, og það sjóðstreymið. Og þú hafði nú orðað því daginn að sjóðstreymi væri svona ekki kannski... Ég les ekki sjóðstreymi. Nei, það er nefnilega svo hrikalega vannmyndin mælikvarði. Ég var svona svipaður þú en svona leið og ég áttaði mig á því, þú veist, hvað þetta basically segið bara hver staðan í upphafi og í hvað peningarnir að fara yfir tímabilið og hverju það endar í, sko. Þetta bara segir svona ákveðna sögu. En nóg að því, en það sem einmitt hægt að sjá í sjóðstreyminu að sko gæinn eða bara fyrirtækið kaupir fasteign bara með cash, bara cash money, 35 milljónir króna. Já, vel gert. Og sko, þú veist, það nóg að handbæri féð inni. Þú veist, hann kaupir fasteign en samt hækkun og handbæri féð yfir tímabilið. Já. Þetta náttúrulega bara... Já, hann endar hann byrjar árið með 59 milljónir inn á reikning, kaupir svo fasteign á árinu og endar í 66 miljónum. Alveg skelli hlægandi, sko. Eina sem ég segi með sjóðstreymi að þótt ég hefði langan tíma til að skrifa, þá hefði ég það stutt. Og þá var ég einn í Mark Twain. Einmitt. En við erum komið með tekjur per starfsmann, 43 milljónir á haus. Já. Það töluvert betra en jólabúðin. Já. Jólahúsið. Þar var það 2020, þannig að bæði bara standa sér vel. Já, ég bara ef ég þyrfti að gefa honum einhvern, sko, þá þetta bara náttúrulega, þú veist, þessi rekstur bara heilt yfir til hábúrunar fyrirmyndar. Já. Og svo náttúrulega gleym ég að nefna það, hann greiði sér út arð upp á 6 milljónir. Já. Bara mjög hógvær greiðsla. Akkurat. Já, hann virðist eiga nóg inni, þannig að ég myndi segja að pingjan væri alveg djúp, sko, alveg yfir meðalagi djúp hjá honum, sko. Og hann fer bara rétt með litla putta ofan í hana, þarna í þessum arðgreiðslum. Einmitt, bara smá, Hann á inni að fara upp á öxl. Einmitt, algjörlega. Þannig að, já, ég bara myndi segja bara heilt yfir, frábært. Já. Frábært til Jóa. Gott, það væri reynda gaman að vita eitt. Af hverju heitir þetta Jói? Já, það nefnilega það. Þess vegna ég ekki viss hvort að hann hafi stofnað þetta. Já, það kenningin. Hvort að pappa, hann nú ekki Jóhannsson eða eitthvað þannig. Nei. Það var já, við fáum það kannski einhver gauka því á okkur einhvern tíma seinna. Já, hann Magnússon. Þannig að, já, við kannski heyrum í honum. Áhugavert, þetta bara svona, já, skemmtilega nafnbót, Jói úthæri. En já, ég þá erum við bara tæmdir. Já, það ekki. Jú. Ég held að það sé þá ekkert fleira hjá okkur núna. Nei, ég held við þökkum bara Töst fyrir að vera með okkur. Við erum báðir í edrúar með Töst í. Já. Og ég rakst á Óttar, sölustjóra á Töst áðan og spurði bara hvernig lítur næsta viku út og hann sagði bara Tösti. Það er bara Töst í. Og þá var hann við að það er bara að selja, drekka og kaupa Tösti alla næstu viku. Við skálum í því allar helgar þess dagana. Edrúar. Þökkum Töst fyrir það. Já. Og svo það náttúrulega annað fyrirtæki. Já, Eignir og skip. Við varum ekki hér eða var ekki fyrir Eignir og skip. Ég segi það. Eignir og skip. En eigum við ekki bara að fara að segja þetta gott eða? Kveðja með, við erum alveg óttalega með þetta lagaval hérna, þetta allt ítalst. Já, ég elska ítalst. Við erum bara svona að læra hvernig við erum að mixa þetta til og svona. Já. En já, ég held að það sé, þá bara, okkur sé ekkert á vanbúna að kveðja. Nei. Bara þökkum kærlega fyrir okkur í dag. Yes, takk fyrir. Verið sæl.